Síðan við fórum að versla hérna hjá Silla kalda, þá erum við farin að spara svo mikið að við vitum ekki okkar rjúkandi ráð. Og fyrir alla þá peninga sem við spurum með því að versla hjá Silla kalda, þá gátum við borgað áskrift af sjónvarpinu, Stöð 2, Sýn, Fjölvarpinu. Það munar nú það. Svo fengum við okkur stöðvarkort, þannig að við fáum fría áskrift af stöðinni. Og fyrir þá peninga sem við spurum í því, þá gátum við leikt okkur 9 vídeóspólur. Og svo fáum við 50 hverju spólu fría, þannig að fyrir peningana sem við spurðum á því, þá gátum við hægt 2 tímum fyrir að vinna á föstudaginn. Þannig að við náðum því að horfa á alla spólurna 9 helgina. Og sjónvarpið, og Stöð 2, og Sýn. Silli kaldi, eilíft gláp. Og NTV. Gjörðu svo vel. Takk sem leiðis. Númer 51, gjörðu svo vel. Herðu, hérna, ert þú ekki til að fara fram fyrir mig bara? 51, gjörðu svo vel. Nei, ég er nú 52. Já, ég er 51 nefnilega, það er sko að komið að mér, ég er ekki alveg tilbúin, ég er að fylla út smá pappíra hérna. Já, nei, það er ekki búin að kalla þetta fyrir. Ertu ekki til að skipta við mig? Þetta er ekki bara, ég er að bjóða það að fara fram fyrir bara. Nei, ég skipta ekki við. Nei, ég veit alveg hvað þú átt að gera, sko. Hvað meinur þau? Akkur er ekki til að skipta við mig? Þetta er ákveðið númer 51. Ég bara held upp á þetta númer hérna. Ertu ekki til að kalla bara 52? Nei. Akkur ekki? 51 er næst. Já, ég veit hann, okkur kallar ekki 50. Ég bara afgreiði réttir númerröð. Þetta skiptir bara við mig. Ég er ekkert að skipta við þinni. Ég er bara að fylla út nokkra pappíra hérna, komdu bara með. Heyrðu, láttu þetta. Hvað er þetta að gera maður? 51, það kom á 51, gera svo langur 51. Ert þú 51? Ha, já, jú, þetta er vist 51. Herru, til hamingju vinur. Þú ert 20.000 viðskiptavinur bankans þessu ári. Ég? Og nú ert þú búinn að vinna, fjórhjóladrifin jeppa, nú ferð fyrir alla fjölskylduna til Flórida í 3 mánuði. Og það er að auki fría úttekt hjá Silla kalda fyrir 200.000. Fyrir 2? Já, og svo hérna smá svona vassapinning. Ég er líka hérna með jóladaga. Heyrðu, sérðu hvað þú ert búin að gera maður? Ég er hérna að losna út úr þessu lífsgæða kapphlaupi hérna. Þú ert búin að eyðileggja þetta allt fyrir mér. Þú myndir bara tekið þessa vinninga hérna og tróðið þeim upp í... Númer 52, gjörðu svo vel. 52. Nei, halló. Það er mikið látið sjá okkur. Ég er búin að hanga hérna einn í allt kvöld. Velkomin til að ykkur. Sundáhugi hér í plássinu er gífurlega mikill. Við skulum kíkja á dæmi. Og þannig er hann Mummi. Hann er að gera sig kláran, en hann ætlar að freista þess að setja nýtt Íslandsmet í flugsundi. Já. Og taka svo á þessu Mummi. Taka því. Já. Nei, það sér ekki á loft. Rukna kallángin. Já, Íslandsmeti verður þá bara bíl í bíli. Það gengur á það, það er nóg að lausum skálum hérna. Það er nóg að lausum hérna. Æ, okkur ekki, ég tók ekki. Strákar, ég botna ekkert í þessu. Hvað? Þetta er eitthvað skrítið. Og Guður, þú ferð þá að kanna þessi sameiningamál félagshyggjuflokkana. Náður, aðeins. Græs! Guðs lof, ég held að ég væri búinn að missa lyktarskynnið. Ágúst Einarsson, hér er gefið á sök að hafa gengið 8 sinnum í alþýðuflokkin. Ertu sekur eða saklaus? Ég er saklaus, herra dómari. Þetta er alveg óheyrilega smekklaus málflutningur. Ég hef mestalega gengið 3 sinnum í alþýðuflokkin. Herra dómari, ég mótmæli. Ég hef sannanir fyrir því að sakborningur hefur gengið 8 sinnum í alþýðuflokkin. Það má ekki telja með þegar ég gekk 3 sinnum í flokkin sama daginn vegna sem ég dró inntökubeiðni tilbaka jafnharðan. Og svo þarna þegar ég gekk út af fundi 93, þá gekk ég ekkert úr flokknum, ég gekk út af því með þessu heitt og... Högg! Hvað hefur ákæruvaldið fram að færa? Herra dómari, sönnunargagn númer 1, dagbók sakbornings. En þar stendur 5. ágúst. Nei, 5. ágúst 1991. Vaknaði 9-leytið, fór á fætur, fekk mér næsta brauð með marmelaði og gekk í alþýðuflokkin og fór síðan í sund. Já, það var bara eitt skiptið, auðvitað svo sundið í lokuð. Högg! Sönnunargagn númer 2. En það er minnismiði sakbornings sem að fannst í frakkavasa hans. Þar stendur muna að fara með buxur í hreinsun, skipta sokka og muna að ganga í alþýðuflokki. Ég mótmæli, herra dómari, þetta eru allt of persónulegar upplýsingar til þess að hægt sé að nota þetta gegn manni svona. Högg! Eitthvað fleira? Sönnunargagn númer 3. En þetta er flokkskírteini sakbornings í alþýðuflokknum.
Og hér hefur það verið gatað 8 sinnum. Hann er þessi fengið 5. skipti ókeypis. Allt í lagi, ég játa, það getur vel verið ég hef gengið 8 sinnum í alþýðuflokkinn, ég hef bara ekki talið það nákvæmlega. En sko, ég er ekki sakhæfur, ég fer fram á sýknu á grundvelli geðveilu. Þú ert sekur fundinn. Næsti. Hvað? Ætlar ekki að dæma mannin? Eini. Það er alveg nóg refsing að vera í alþýðuflokknum. Heiðskæði mín, þú verður að fá vita hvort ég klukkan, ég verða að Viljið róleg, krakkar mín. Viljið gjöru svo vel að taka númer. Ó já, það þýr ekki að segja ó. Nú, gerið svo vel, næsti. Númer 88. Þú reima skóna mína. Reima skóna þína, já. Svoneskan, gerið svo vel. Númer 89. Þetta pissa, já. Þetta pissa, komdu fram á klósett. Hei, hvenær verður maturinn til? Það er ekki komið að þér, elskar mín. Taktu númer. Já, þú ert komin í samband við Þorfinn Miðil. Já, sæll. Já, komdu sæll. Sæll. Þú ert leitandi. Já. Já, takk. Ég sé fyrir mér gamlan mann, kannastu við það? Já. Já, hann er gráhærður. Já. Já, takk. Hann er í peysu, einhvers konar svona neftri peysu. Já, það getur passað. Takk. Getur verið að þetta sé afiðinn. Já, það getur mjög vel verið. Já, takk. Hann á eitthvað erindi við þig. Já, hvað er það? Já, ég heyr ekki alveg nógu vel í honum, býta aðeins. Komdu nær, komdu hérna hljóðnemanum Sigfinnur. Já. Hvað ætlar að segja manninum? Já, ég rata ekki heim. Jæja, við minn, heyrðu, ég bara kem niður eftir og sæki þig. Já. Vertu bara fyrir utan. Já. Vil ég svo læsa stúdíónu, svo að þvælist ekki inn hérna allskis pakk? Já. Hún er svo mikil dúlla, hún er algjör rúsína og litlu mömmunni líður alveg eins hún sé alvöru mamma. Krúsi krúttdúkkan er svo raunveruleg að hún borðar, drekkur, gerir öll sín stykki alveg eins og gerist með alvöru börn. Og á nóttinni vaknar hún með andfælum og grenjar svo að litla mamman getur gengið með hennan golf alla nóttina og fengir alvöru bakverk og farið á taugum í alvörunni. Raunverulegri dúkkur fást ekki fyrir þessi jól. Krúsi krúttdúkkan, alveg eins og alvöru barn. Óhugur, umboðsmaður skattgreiðenda. Hvað er það eiginlega? Já, ég bara það er 8 menn. Hei. Jæja, Páll, þá er að líta umsækjendur. Umsækjendur? Já, umsækjendur starf umboðsmanns skattgreiðenda, þessum erum við hér. Já, ég skil. Hvað hafið þá að skrifa undir? Þú skrifar ekkert undir strax. Fyrsta umsækjendan á svið, takk. Blessaður. Góð dag. Þú veist í hverju starfið fólkið? Já, ég held ég viti það. Já, þú veist að við þurfum að taka við kvörtunum skattgreiðenda og endalaust væli yfir skattinum og svona. Já, ég áttum að því. Karl ætlar að leika atriðið á móti þér og við sjáum svo hvernig það heldur út. Já. Já, ég leik þá skattgreiðenda, þú ert á umboðsmaður. Þessi spilum? Hérna bara. Já, þú getur mátt standa, þú vilt sko. Nei, ég hef ekki bara að sitja hérna. Jú, bara alveg eins og þú vilt. Heyrðu, ég kem þá inn. Já. Þú tekur á móti mér og þú reynir svona að bregðast við eftir því hvernig ég... Já. Ég var að heyra þær! Álega hérna! 500, 600, 700! Halló, stopp, hérna, Kalli minn, hérna, værið til að koma hérna inn aftur og verður svolítið aumari. Aumari, já. Já, svolítið aumari yfir þessu svona. Já, ekki svona reyður. Nei. Nei, ok. Þannig að... Já, ég skil á fyrir þér, á þetta. Gjörðu þessu vel. Já. Ég mun að missa allt, bílinn minn, húsið minn, hvað ég gera, ég ekki alveg, ég var ekki náttúrulega í vöndara. Það með datt í hug. Það verður svolítið snúið. Á ég skrifa núlundi? Nei. Næsti. Hér grípum við inn í keppnina í bjórsundi kalla. Þannig að koma aðra bakkanum og... Já, þeir skellir í sig bjórnum. Það er sko ekki dreigja á sig þarna.
Það var að segist eins og að Bogi og Örvar hafa miklu yfirburði þessari grein eins og fyrir daginn. Jæja, er það tilbúinir? Nei, býtu, ég áttur að greiða mér hans. Þjótturöskan, það er að koma rautt. Ó nei, það komur rautt ljós, það komur rautt. Já, hljóti, Rosa! Jú, mér finnst þetta alveg einstaklega vel heppnaða myndir, viljið sjá bara. Já, virkilega vel. Sjáu því. Æðislega vel. Allir svo sætir og brosand og eitthvað. Þú kemur svakalega vel út á þessu myndir. Ó, takk. Hérna, ég var að spekulega, er ekki bara að taka 15 eintök? 15 eintök? Jú. Verður, er þá sektin innifælin? Já, það er 10 skatt með sektinni. Ja, þetta er ekki 20 eintök, þá sleppum við sektina. Nú tökum við 20 eintök. Það er raki að nota þetta á jólakort og svona. Já, borgaðiskan. Varðveitum dýru augnablikkin. Fyrirvarlaus myndataka við öll tækifæri. Ljósmyndastofan á rauðu ljósi. Slysinn gera svo sannarlega ekki boð undan sér. Þess vegna er gott að kynna sér hjálpi viðlögum. Hvað finnst ykkur? Og sömu leiða þessu, sem við gerðum síðast. Það er eitthvað það er eitthvað að. Hvað er að gerast með manni? Við erum að hjálpa honum. Hvað er á honum? Finnst það ekki? Bíddu, ég er með bækling hérna. Bækling? Bækling hérna, svo. Hvaða bækling? Svo það var að fá hérna, að sjá. Já, hvað er? Hérna, hjálp í viðlögum. Hjálp í viðlögum? Já, hvað er þetta? Hvað er Ég veit ekki, það er bara, hann er að kapna bara ekki. Kapna, já. Kapna, já, kapna, en það er ká? Kapna. Nei, það er ekki það. Hérna, er ekki þetta orðað þetta öðruvísi? Ég veit ekki, stendur öndinni, næri ekki andanum. Næri ekki andanum. Næri ekki. En þetta er N eða A. Andnaut. Andnaut? Það er það sem aðanum er. Andnaut. Auðvitað. Hvað er andnaut? Heyrðu, ég er með orðabók hérna. Já. Sjá. Það er ekki A. Jú, A. Andmæli, andmælandi, andnaut. Andnaut. Það er erfiðleikar við andadrátt. Já. Til dæmis vegna reikeitrunar. Reikeitrun? Já. Þetta getur verið með reikeitrun. Við tekum á því hérna. Reikeitrun. Reikeitranir. Rosalegu munur að hafa þennan bækling. Já, það séu satt. Annars hefur þið ekkert vita hvaða kallinu er. Það er satt. Og þá er boðsundið að hefjast og þeir eru lagðir í hann. Bergur er í jakkafötum frá Steina og Stebba en Fús er í gömlum samkvæmisskalla af afa sínum. Afskaplega smekklegum samt. Og sjá, það er Bergur sem kemur fyrstur í mark og hann er búinn að vinna. Hann kemur á undan í afmælisboð og hann fær fyrstu tertun af afmæliskökunni. Það var flott jóðun. Hvaða afmælisgjöf skyldi nú hafa komið handa pabba? Það verður spennandi að vita. Já. Hvað segir þið? Allt gott. Nei. Hvað? Taka númer. Hvaða númer ertu? 25. Ég klára það bara bókina. Verum tillitssöm, tökum númer. Ég vann. Næsta umsækjandi svið, takk. Já, bara blessaður, svona. Blessaður. Blessaður. Þú ert að sækja starf umboðsmanns skattgreiðanda. Já, og þú veist í hverju prófið er fólkið? Já, bara svona alls konar svona, bara fyrir að vinna og svona. Skattgreiðanda svona. Já, allt í lagi. Byrja þá. Gjörðu svo vel. Tilbúin. Já, tilbúin. Bara að byrja svona. Já. Hvernig ég var að það? Sjá það. Ég var að segja það. Svo sjá þið. Svona látbragðsleikur svona. Svona ábygglega svona reiðu maður eða ekki svona. Bendir á svona. Bittu. Ég held ég sé alveg að ná þessu sko. Má ég fóta að sjá þetta einu sinni sko. Já, bittu. Ég er með þetta núna sko.
Þetta er svona ofsalega reiður maður sem alveg lemur annan mann alveg Ekki búið. Svo er svona eitt lábbarastaukur hjá mér sko hérna svona. Það er svona, hún byrjaði sko, núna sko. Hvað er ég að gera núna sko, akkurat núna? Það er svona, hún gjör það vel, borga mér í pening, til að borga. Og já, þarf ekkert ekki að tilbaka. Já, blessaður. Veit hvað sakirinn kannski? Já, það búið. Veitu hvað þetta er? Þetta er svona skattgreiðandi. Hann er svona að borga svona fullt af skatti og svona. Bara ofsalega ánægður með það svona. Þetta ekki. Nei, það er kannski ekkert skrítið sko. Þetta kemur svolítið sjaldan fyrir sko. Þetta er svolítið sjaldan. Herðu, þú ert ráðinn. Komið hlé? Jólasveinar gangum gólf með gildan staf í hendi. Móðir þeirra sópar gólf og flengir þá með vendi. Upp á. Vitið, upp á. Það er alveg stólur úr mér. Hérna, upp á. Hvernig sendur það því við munum ekki vel lagið? Ég skil þetta ekki. Munum þetta stelpur? Þetta er alveg stólið úr mér. Hvernig er þetta nokkuð? Upp á. Svona gangur góður hendi. Móðir þeirra sópar gólf. Upp á stól stendur mín kanna, 9 nóttu fyrir jól, það kem ég til manna. Já, svona var þetta. Ég skríti hvernig. Hvað ertu með? Hérna, hjálp í viðlögum. Hvað er að gera? Heyrðu, hvað fyrst að segja þetta? Þú voðaði eitthvað sætið svona. Heyrðu, er ekki lægi með þig maður? Hvað er að þér? Svona loðinn og sætið. Þetta er hvað rugglaður? Heyrðu, ég bara gæti ekki stillt mig, ég hef aldrei séð svona áður. Hættu þessu! Svona kallið minn, ertu búinn? Já, góðu strákur, ljóti manni. Já. Við skulum þá aðeins líta á 100 metra bringusundi. Þarna eru Goggi og Viddi sem ætla að... Hvað er að gera, strákar? Þetta er ekki bringusund. Þeir eru að fara að keppa í ermasundi. Þetta er komið til tóma vitleysu. Já, það er hérna góði. Ég bara... Heyrðu, já, það er 970. Já, ég veit. Já, 970. Já, hérna, ef ekki bara hafa 1000 kall stéttan. Hæ? Já, ég er ekki muninn að skipta mitt á mér, þannig ég á ekki gott með að gefa tilbaka. Ég? Já. Nei, ég... Já, nei, skrifaðu þá bara ávísun. Bara ávísun upp á 1000 kall. Já, það sleppur. Já. Hvað sagði, 1000 kall? 1000 kall, já. Já. Já, gerðu svo. Já, þakkaði kærlega fyrir góði. Heyrðu, við sjáumst þá. Hvað sagður? Heyrðu, býta aðeins. Hæ? Heyrðu, fyrir ekki, þetta er eitthvað skrítið, eða ekki? Nú? Áttu þú ekki að borga mér, sko, fyrir farið? Já, heyrðu, anskotans astni geti ég verið. Heyrðu, fyrir ekki, það var nú ekki meiningin að snuða þig. Heyrðu, veitu hvað var þetta, 970? Já. Já, ég er hérna með bara ávísun upp á 1000 kall, er það ekki í lagi? Heyrðu, já, jú, það er flott. Já. Jú. Heyrðu, það var bara 30 tilbaka. 30? Já, þetta er 970. Já, gjör svo. Þakkaði kærlega. Já, þakkaði. Heyrðu, blessaður. Blessaður. Þetta er eitthvað skrítið. Nei, þetta er bara einn lemdum. Já, bara hérna. Já. Nei, heyrðu granni. Það er mánudagskvöld. Svo? Mánudagsvitalið. Já, auðvitað. Já, gott kvöld og velkomin í mánudagsvitalið. Og hér er Geir Harðarsson. Velkomin, Geir. Takk fyrir það og hérna hjá mig til þess að ræða málin er engin annar en Grani Sigurjónsson. Já, þakka þér fyrir. Og í kvöld er umræðuefnið Landnám Íslands. Jæja, Geir, hvenær heldur þú nú að landnám hafi hafist hér svona fyrir alvöru? Já, þetta er náttúrulega mál sem er afskaplega umdeilt og fræðimenn skiptast nú mjög í tvær fylkingar eftir því hvort þeir vilja heldur líta á ritaðar heimildir nú eða svona heldur vafasamar aldursgreiningar á fornminjum. Já, þarna erum við tveir nú ekki alveg sammála því að ég er nú meiri svona efahyggju maður en þú, Geir. Já, ég efast nú um það. Og þá er það bara ein spurning að lokum, Geir minn. Já. Hvað er þetta langt nám? Nám? Já, sko, Landnám Íslands. Og er þetta kennt á háskólastigi og er þetta að fá námslán út á þetta? Grani. Já, þá eru þau kölluð landnámslán eða hvað? Já, við getum eflaust haldið áfram að velta þessum málum fyrir okkur langt fram á nótt
En við verðum hér að láta staðanum við. Góða nótt. Takk fyrir. En þetta gerfi nú, þú ert með svona fullyrðingar að þetta, ég er að koma, ég er að velta hérna flokka spurningum, sko. Nei, sjáðu til. Þegar við erum að, Nei, akkur hlustar aldrei á mig. Þér er gefið að sök að hafa gægst á glugga í miðbæ Stöðvarvíkur. Ertu sekur eða saklaus? Já, sekur, herra dómari. Já, og hvað á þetta háttalag að þýða? Já, sko, þannig að mál með vext að ég heiti Gluggagægi. Og ég var nú stattur bara Ég nenn ekki lengur að hlusta á þessar afsakanir. Að bróðin var hérna í gær, ákærður fyrir að stela bjúgum og sagðist þetta bjúgnakrækir. Já, annar bróðin var hérna fyrr í dag, ákærður fyrir kynferðislegt áreiti og sagðist þetta faldafeikir. Frá hvers konar heimili komið þið eiginlega? Já, sko, þannig er nú mál með vext að pappi liggur nú í bælinu allan daginn. Já, á nú að fara að afsaka sig með því að pappiðin sé alkoholisti. Já, þú ert að kannski segja mér það að mamma þín éti börn? Já, sko, reyndar... Ég nenn ekki að hlusta á þetta kjartaði. Út með þig. Já, ekki skella á eftir þér eins og á bróðinu daginn. Jæja, hvernig bragðast rúbúrnar? Það er æðislega. Ekki? Skrítið. Það er engin högl í minni rúbu. Ekki? Nei. Það er högl í rúbu hjá ykkur öllum, en ekki hjá mér, skrítið. Fyrirgjöðu, elska mín. Nú, beint að gefa, ég er með högl hérna í skál. Nú, Það þá er við þetta. Ekki aðeins meira? Já, aðeins meira. Þetta er alveg frábært. Ekki? Alveg frábært. Það var meiri högl. Nóg til að högl, sko. Öll þekkjum við hvað getur verið skelfilegt að týna einhverjum í jólaössinni. En með no lose miðunartækinu er vandinn leystur. Fyrirferðarlítið senditæki er einfaldlega fest í fatnað þess sem hætta er á að týnist og miðunartækið finnur hann síðan á svipstundu. No lose miðunartæki við öll tækifæri, hvenær sem hægt er á að einhver láti sig hverfa. Með no lose við hendina getur þú haldið öllum á mottunni. No lose jólagjöfin í ár. Mömmu dissa jólasvein og jólasveinninn hann var alveg æ. Við lætumst að við ógeðslega létta tá en okkur langaði eins og geðveikt í pakkaspá. En nú kerti væri út að skeita ætlaði bara út að leita tá og heitur jólasveinn og henni frá. Kostur að heiga kostum jólin krýta hér og þar enginn vandi að spá að við förum hausinn á í februar. Enginn vandi að spá að við förum hausinn á í Æ, góði reyndi að vera svolítið líflegri. Þú trekkir nú ekki mikið. Líflegri? Já,
þá fattar fólk að ég ekki rafknúinn gluggajólasveinn. Já, þú getur sjálfur kennt að hafa ekki tímt að kaupa alvöru rafknúinn gluggajólasveinn. Þetta ráða mig hér í þetta fyrir 10 kall á tíman að gefla mig hér framan í fólk. 10 kall? Hvenær var að tala 10 kall? Jæja, þá er það 9:50. Já, ég hélt það. Svo verð ég að fá frí á aðfangadag. Ég hef ekki séð fjölskylduna mína í 3 vikur. Á aðfangadag? Ertu snældu vitlaus maður? Það er aðal sölutíminn. Það er þá sem allir eiginmennir koma sem gleymdu að kaupa gjöf handa frúnni. Þá er þetta að selja þeim hvað sem er. Já, ef fjölskyldan vill sjá þig, þá getur hún bara komið og skoða þig hérna í glugganum. Já, svona. Já. Silli kaldi! Hjálp! Silli kaldi! Akkur talar svona? Svona hvernig? Svona, Silli kaldi! Það er af því að ég er draugur. Nú ertu draugur? Nú, hvað? Hörðu mér bara döð brá, ég held að væri frá skattinum. Frá skattinum? Já, ég held að væri komin til þess að kíkja á bókhaldið hjá mér. Ég er draugur Margeirs Maurapúka, fyrrverandi meðeiganda þíns. Og akkur ertu með þessa keðjur? Það er vegna sem ég var svo vondur og ágjarn í lifanda lífi. Já. En akkur ertu með svona stór eyru, amma mín? Nú, skil ég. Nei, bara djók, bara því. Fyrst við erum fannir að vitna í ævintýrinu og annað borð. Sjöðu mér, hvað kostar svona keðjur þarna fyrir handan? Er þetta ekki alveg rakið undir jeppan? Í nótt farðu 3 anda í heimsókn. Sá fyrsti kemur þegar klukkan slær 1. Nú já, hvað eru þið allir á næturtaksta? Við skulum ekki reyna að senda mér reikninginn. Vertu sæll, Silli kaldi, og gættu þín! Guði sé lofa það fór. Annars hefði þurft að bjóða upp á kaffi. Gul og rauð og blá, gul og rauð og blá, mamma er enn í athvarfinu, gul og rauð og blá. Jæja, þetta var nú aldeilis gaman. Jæja, en trúið þið ekki á jólasveinana? Jú. En sko, það er bara eitt vandamál með jólasveinana. Þeir eru eitthvað svo gamaldags og hallarislegir. Þess vegna skulum við hlusta á kvæðið jólasveinana 9. Er það ekki 13? Jú, auðvitað er 13, en sko ég er að tala 9 jólasveinana, þessar sem að fylgjast með tímanum. Sá fyrsti skattaskerill var búinn eins og tré. Hann elti uppi fólkið og saug úr því fé. Svo var hann spilað fíkill, hans fösum ringlaði. Dómskerfið reis upp, reyndist ringla hærri því. Já, það er þá 22.597. Já, akkurat, já. Já, það var nú það, já. Nú er það spursmálið, sko. Þú hefur ekkert vandamál? Já, ég er bara að spá í hvort ég á að setja þetta á Visa eða Euro eða kannski bara vildarkortið. Já, það er líklega best að nota bara safnkortið. Já, heyrðu. Nei, það gengur líklega ekki. Ég vil þá líklega að nota fríkortið og setja það þá saman við flugkortið eða þá að nota jólakortið. Þú verður kannski til í að hafa aðeins hraðan á, sko, það er fólk sem býður hérna í röðinni. Já, ég er bara að gá hvort að safnkortið er betra heldur en stöðvakortið, sko, og hvort að safnkortið fer saman við vildakortið. Ég skal segja það, þú rauðir ákveð þetta sjálfur bara. Já, ég veit það, en ég bara að spegla eitthvað, sko, er fríkortið, fer það betur saman við safnkortið ef ég setja svo síðan á Euro en síðan aftur á... Já, þú er ákveðið, vinnur. Æ, ég veit það ekki, ég get ekki ákveðið, ég verð bara að borga með peningum. Hvað meinur þú? Bara kass? Já, bara kass. Bara staðgreitt á borðið? Já, með seðlum bara. Er það? Já. Finnst okkar? Það er maðurinn, hann er að borga í seðlum hérna? Nei! Það er staðgreitt hérna? Hei! Takk fyrir. Þetta er ákveðið. Til hamingjum. Þetta var æðislegt. Já. Og hvað er þetta svo mikið? Það voru 22.597. 22.597? Já. Já, þá er ég að spá í, sko, á ég að borga þetta með 2.500 Oh my God! og 2.000. Og þá skulum við líta á jólaævintýrið litla karlinn með eldspýturnar. Það var aðfangadagskvöld, úti snjóaði reiðina býst og á miðri aðalgötu bæjarins stóð lítill karl og seldi eldspýtur. Eldspýturnar, já, hvernig var þetta, já. Ég er litli kallinn með eldspýturnar og eldspýtur til sölu hérna og ekki bjóða eldspýtur til sölu. Kjörstverð, eldspýtur, ódýrar eldspýtur hérna, eldspýtur til sölu.
Enginn sem vil kaupa mér eldspýtur hérna? Já, manni, má ekki bjóða þér eldspýtustokkuna fyrir jólin og svona? Nei, takk. Já, það er náttúrulega frábært að fá eldspýtur til þess að svona kveikja í sínum jólavindli og svona. Nei, ég hættur að reykja. Já, auðvitað, en það er náttúrulega bölvað rósam að vera að reykja og svona, en það fann nú kannski að kveikja á sínu jólakerti og svona. Nei, ég á kveikjara. Þú átt kveikjara? Maður, áttar sem þú ekkert á svona stælum verandi með kveikjara þegar maður er að bjóða upp á fyrsta flokks hérna greni úrvals orginal eldspýtur, vera með kveikjara. Ég sagði nú bara... Já, ég sagði nú bara, þú getur nú bara tekið þennan kveikjara og ég segi bara í hvert þá á stingunum en ég bara vona þessi kveikjari, hann er í svolítið eftir að springa í höndunum á þér og að brenni, þú veist, allt ofan að þér. Já, verður þú blessaður, elsku kallinn minn og gleðileg jól, vinn. Já, gleðileg jól. Já, gleðileg jól, það getur þú sagt. Ég þarf að standa hérna úti í netinu svona í skítakulda og ég er litli kallinn með eldspýtur. Aðeins að fá smá inn í kroppinu. Nei, hvað er að gerast? Nei, hvað? Ertu bara mættur? Nei. Draugurinn sagði að þú kæmir ekki fyrir klukkan 1. Klukkan er ekki um 11. Það stóð svo illa á strætóferðum. Ég er andi liðinna jóla. Andi liðinna jóla, já, jú, ég kannast eitthvað við það. Ég er líka andi jólana sem eru og andi ókominna jóla. Nei, sko, augnablik. Draugurinn sagði að ég fengi 3 anda í heimsókn. Hvar eru hinni 2? Við fengum ekki fjárveitingu nema fyrir einum andabúningi. Svo þetta verður bara að duga. Já, það er alltaf sama nískan hjá sjónvarpinu. Hvað heldur að Charles Dickens segir við þessu? Nú kemur þú með mér. Augnablik. Herru, ég verð að fá að taka frakkan minn með. Við höfum vonandi efna á því. Jæja, þá er Jói frændi kominn. Jói frændi, Jói, gaman að sjá þig. Fáðu sæti, Jói, gaman að sjá þig. Takk fyrir. Æ. Hvað? Er þið með grænar baunir? Finnst þið grænar baunir vonda? Já, nei, ég bara borða ekki dósamat, hann er svo óskaplega óhollur. Já, ég skil. Fáðu það bara rauðkál? Nei, veistu það, ég snert ekki á svoleiði, sko. Það er svo mikil rotvarnarefni í þessu rauðkáli sem er á markaðnum að það er ekkert víti. Ég skil þig. Má ég þá bjóða þér uppstú og kartöflur? Já, nei, veistu það, sko, hvítt hveiti, það getur valdið krabbameini. Nei, ég passa mig á það. Þá var það hangikjötið. Hangikjötið, já. Æ. Hvað nú? Er þið með hangikjöt? Já, finnst þið hangikjöt von? Já, ég bara borða það ekki, sjáðu. Nú? Nei, ég borða bara hvítt kjöt. Hvítt kjöt, já. Já, hei, býta ekkert mál, býta aðeins. Býta aðeins. Jæja, hvað segir þið? Allt í saman bara? Jú, ég veit ekki einhver svona að hann að ganga. Ég vant að fá þannig sér. Gjör svo vel. Jæja, krakka mín. Já, ég voni verið ekki meint að þessu. Já, fá krakka mín. Já, þetta er nú bara svo lengsta eldspýta sem ég hef brennt dagana, sko. Það er ekki spurningin. Ég er litli kallinn með eldspýtum. Þessu er bara algjörlega stólið úr mér, sko. Já, góðan dag, má ekki bjóða eldspýtu til sölu hérna. Náttúrulega gott að eiga eldspýtur á jólunum og svona. Ég er að selja hérna eldspýtustokka fyrir Lions klúbbinn Loga. Fínast stokkur hérna. Ég hef einhvern veginn á tilfinningun að ég sé lentur í vittlausu jólaævintýri. Þetta eru liðin jól. Ég er að sýna þér lítilmagna. Já. Hvaða erindi á ég við þennan lítilmagna? Hvað áttu við með því? Ég er sko, Dúllan, ég getur bara sagt þér það að ég er sko litli kallinn með eldspýturnar. Hvað kosta eldspýturnar hjá þér, góði? Já, það eru sko 2,15 sko, stokkurinn sko. Já, 2,15 stokkurinn, já. Hvað eru margir stokkar í punktinu? Það eru 18 stokkar. 18 stokkar, já, þannig að punkti myndur þá vera á einan 76 krónur. Já, og þegar við gerum þá ráð fyrir að það séu í punktinu hvað það eru 62 eldspýtur í hverjum stokk sem er Evrópustaðar, þá eru það 1116 eldspýtur í punktinu. Þannig að hver eldspýta kostar þá 2,5 eyri. Nú ef við gerum þá ráð fyrir svona eðlilegum afföllum og magnafslætti sem er náttúrulega eðlilegur, þegar maður er að versla svona mikið. Já, nei, halló, góða daginn, elsku Dúllan mín, sko. Hér verður ekki neitt magnafsláttur, sko. Ég er að selja hérna fínustu eldspýtur fyrir Lionsklúbbinn. Það er einmitt. Lionsverðar, það er ekki... Þannig að þegar ég kaupi að þér 1116 stykki, þá gefur þú engan afslátt. Já, nei. Þú það, góði, það er allt í lagi. Já, nei, halló, elsku Dúlla, maður aðeins. Ég hef kannski verið fljótur á mig þarna. Hvað það eru að kaupa að mig, hvað, 1116 eldspýtur, þannig að þú myndir þá borga mér í... Já, nei, augnablik, sko, það var aldrei farið að tala um það. Nei, lítum nú aðeins á þetta nánar. Sjáðu nú til.
Hvað er þetta hér? Þetta er náttúrulega eldspýta. Þetta er náttúrulega eldspýta, já. Já, hvað er hérna fremst á eldspýtunni? Það er þetta ekki brennisteinn. Það er ekki brennisteinn, já. Já, veistu ekki að brennisteinn er eitthvað hættulegasta efni sem þekkist? Já, sjálfur bara. Og hvað gerir svo ef ég strýk eldspýtunni hérna utan í stokkin? Já, það kviknar náttúrulega á eldspýtunni. Það kviknar á eldspýtunni, kviknar eldur. Já. Veist þú ekki að það verður svoleiðis 100 milljóna tjón af völdum elds á hverju ári? Já, svo stendur þú hér og ert að reyna að selja mér bæði stór hættuleg eiturefni og þar að þau ekki slysagildrur sem gætu valdið mér og mínum alveg stórfenglegu fjörtjóni. Mamma, passaðu þig bara. Ég læt mér nægja að gera þennan stokk upptakan í bíli, en þú skal bara passa þig í framtíðinni. Já, þakka þér fyrir það, kallinn. Já, ekki þakka. Ég kann ágætlega við þessi liðnu jól. Ég held mér hafi bara ekkert farið aftur. Ég er litli kallinn með eldspýtu. Já, ég næði þessu brauð á þig. Já, ég... Smá í... Þetta vandamál þekkjum við öll í jólainnkaupunum. Kortið orðið alltof heitt af öllum núninum. En nú er lausnin fundin. Kúlit kortakælirinn. Með kúlit kortakælinum fylgir hitamælir, svo auðvelt er að fylgjast með hitastigi kortsins. Og þegar hitin er farin að nálgast hættumörk er hitastig kortakælisins einfaldlega lækkað. Og eftir örfáa mínútur er kortið orðið notæft á ný. Brennum okkur ekki óþörfu. Notum kúlit kortakælin. Kúlit fyrir þá sem langar til að eignast allt. Þetta er alveg gjörsann út í höfn. Ég veit að næsta ætla ég að fá Lionsklúbbinn til að selja ljósabyrur í staðinn fyrir eldspýtur. Ég er litli kallinn með. Amma! Einn hét góða gáður og kvartaði sá og sagði eignar hann sitt veit ekki nógu klá. Síðan kom hann ræðustúfur, sá gat þarir kjaf og nöldra þrusan masað og mótmælt upp á graf. Hvað erum við að gera hér? Ég ætla að sýna þig dýrð jólanna. Já. Hvað er þetta? Jólahlaðborð. Og hvað, má maður fá sér þá eða? Eins og þú vilt. Og er það bara fast gjald þá eða? Já. Já. 3.200 krónur. Já, jú, ég er til í það. Jæja, má ég þá kannski taka diskinn núna? Nei, Nú? ég er ekki búinn. Þú ert búinn að fara 14 ferðir að borði hérna maður? Já, er eitthvað hámark á því hvað maður má fara margar ferðir? Já, nei, það er bara sko klukkan orðin 12 og við erum að fara að loka núna. Jæja, góði, heyrðu, pakkaðu þá bara afgangnum saman fyrir mig. Hvað ætlar að taka hlaðborðið með þér heim eða hvað? Já, það var talað ég mætti étast mikið og ég gæti og ég er alls ekki búinn að fá nóg. Já. Ég var aldrei minnst á það í þetta, ég éta þetta allt hérna á staðnum, þannig að þú bara pakkar þessu saman fyrir mig, ég er búinn að borga fyrir það. Já, nei, þú ert ekkert búinn að borga en þá þannig að þú myndir bara gera upp við kassa. Já, nei, ég borga ekki krónun ef ég fái allan þann mat sem ég kæri mig um. Fór án þess að borga. Ég þoli ekki þessi jólaævintýri. Wow! Halleluja! Jeg vil ikke have blåsøj! Hahaha! Ahaha! La 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 la. Der er simpelthen
Jæja, Silli, hvað hefurðu nú lært af þessu jólaævintýri þínu? Já, nei, bíddu. Þetta getur ekki verið búið. Þú ættir að sýna mig jólin í framtíðinni, ég læt ekki snuða mig það góði. Ég get ekki sýnt til lengri en fram í febrúar. Hér eru kortareikningar þeirra sem versluðu hjá þér fyrir þessu jól. Ójá. Nó. Jessa. Jó, þetta alveg rétt sem þú segir, Andi. Jólin eru dásamlegur tími. Við hér hjá Landmælingum ætlum bara að benda ykkur á að vegna allra þessara sameininga sveitafélagana þá er komið nýtt kortatímabil. Það var nú ekki annað. Halló, eitt. Halló. Já. Jólaviðtal. Viðtal fyrir jólablað Slöðvapóksins. Sigfinnur. Já. Jæja, Sigfinnur. Sú kynslóð sem er nú að vaxa úr grasi, hún hefur verið gaman að því að heyra af því hvernig jólahald var þegar þú varst að alast upp. Já. Þú kannt eflaust margar jólasögur frá því í gamla daga. Já. Já, það var náttúrulega allt með miklu fábreyttara sniði þá heldur en núna. Já. Já, verður kannski til í að segja okkur frá því? Já. Eða, þú vilt kannski bara bíða með það, við reynum þetta seinna. Já. Ég er nú gaman að segja frá því að pappi heitinn og mamma Sáluga voru þarna út í fjárhúsi og það er þá sem það gerist bara hreinlega að ég kem í heiminn og þau koma mér nú fyrir þarna í jötunni þarna bara innan í rollurnar og setja ullarlagða bara undir nakan á mér og það er gaman að þessu og það verður uppi fótur og fyrirna stjörnur og það og svona koma þarna einhverjir þrír svona, ég held að það hafi verið vitringar og koma þarna frá Austfjörðum og það var Baltasar og Kormákur líka var þarna og Kaspar Vansbergis og þeir eru með gjafir handa mér og gefa mér svona gull og reykjelsi og myrru. Ég vissi nú aldrei að hverju voru að gefa mér myrru. Ég hef ekki verið að spila á fiðlu mikið. Og pappi var svolítið fóið yfir þessu. Og á krakkina fóð allt, segir pappi. Á krakkina fóð alla pakkana. Á krakkina fóð ég ekki að pakka. Og það var svona skemmtir rimma úr þessu. Og þá gerist það stórkostlega í þessu að mamma segir, Já. Þú varst að segja jólasögu, Sigfinnur? Já. Ansi merkilega sögu frá því í gamla daga? Já. Verður kannski til í að endurtaka hana? Já. Þetta er kannski alveg tilgangslaust bara? Já. Ég ætla að segja að það sem var svo stórkostlegt í þessu að... Já. Stéttarsamtök jólasveina hafa sent ályktun á umhverfisráðstefnu í Kyoto og skora á yfirvöld Stöðvarvíkur
að draga á loftmengun yfir blá hátíðarnar. Segja jólasveinarnir að fáir átti sig á hvað mengun lofthjúpsins gerir starf þeirra erfitt og stór hættulegt. Nei, stopp. Halló. Lík, var verið í glögg? Já, bara aðeins. Það er með þá og svo bara að fara að aka heim. Já. Þú greinilega þekkir ekki máltækið eftir einn. Ei, fáið sér neitt. Þetta er alveg stór hættulegt maður. Þetta er alveg þrællum skoðanskoti. Ég skal bara sína þér dæmi um það. Þú bara sjá hvernig sjöðu. Sko, nú læt ég Grana drekka hérna svona dæmigera jólaglögg. Þetta er mjög svona típisk jólaglögg sem er boðið upp á svona oft í hólum. Aðeins meira hérna. Ekki spara þetta. Svona, já. Fínt er. Heldur þú að við fengið með þetta? Já, aðeins. Svona meira. Já, flott. Aðeins hérna. Já, aðeins. Og það er gott að piparkökum með þessu. Já, við erum ekki með þær. Svona, já. Geir. Já. Nú veit ég að hvort þið kalla jólaglögg. Hvað? Heyrðu? Glögg. Varstu alveg svona hullur? Já, ég veistu það. Þannig að segja þessum að brandarónum. Já. Allt í leið. Þá skulum við láta Grana keyra. Já, hérna. Gjörðu svo vel. Og sjáum svo hvernig það gengur. Já, það er hérna, þessar reiknar. Svona, já. Vítur. Já, svo bara áfram. Sko, þarna varstu heppinn. Við hefum ekki stoppað því að taka tíð. Já, bíllinn. Þá er ekkert að færa svona fyrir þér. Þetta er svakalegt maður. Já, þetta var svosalegt. Bíllinn minn, strákar. Það fór alveg bara. Hörðu, að við bara skutluður þeim. Hvað er það? Þú að kera? Já, ég skal kera bara. Vítur, hérna. Að lífið sér. Og sveinninn Kratas leikir var kresin oft og súr. Hann gekk í flokka til þess eins að ganga flokknum úr. Fjórgámur sá tólti gat belt sig talsvert út. Hann denni sig úr glösum en drakk þó mest af stút. Svo var Alka krækir svo snöggur og snar. Hann hafði nóg að gera eftir hátíðir þar. Þolið þetta ekki. Akkur fæ ég bara einhvern módel í jólagjöf? Já, en Siggi minn, þú baðst módel. Ég var að tala flugvélamódel. Hvað á ég að gera við svona módel? Ég er bara 10 ára. Rúdólfur með rauða nefið ropar eftir jólaglögg. Honum var glas í gefið, gekk svo með þras og bögg, fékk svo pynt á nefið högg. Ég hleyp í hátíðaspík og hafi verið mjór sem prik. Allt sem í mig fer, þó þar sest á maga mér. Utan á mig hleðst, aftan fremst og neðst. Nú hleyp ég enn í hátíðaspík. Á færi bandi, við fögnum jólastandi og plákið við æpum ó. Þetta er nóg, þetta er nóg, þetta er nóg. Þetta er nóg, þetta er nóg, þetta er nóg. Þetta er nóg, þetta er nóg, þetta er nóg. Þetta er nóg, þetta er nóg, þetta er nóg, þetta er nóg.